Við ætlum að fletta, kæru vinir, við ætlum að fletta saman upp í Filippibréfinu í öðrum kafla. Kitty var aðeins búin að kynna mig og ég var búin að segja aðeins áðan en ég bý í Forsæti í Flóahreppi sem bil 20 mínútna akstur fyrir austan Selfoss. Þar búum við, ég og Kolbrún, kona mín. Við erum 3 börn, 14, 10 og 8 ára gömul. Strákarnir mínir eru akkurat núna að tefla hérna á skákmóti í Reykjavík. Ég var með þeim í gær. Mjög stoltur af stráknum mínu sem 8 ára. Hann í öðrum bekk og var að tefla á skákmóti fyrir þá sem eru í 4. til 7. bekk. Það var svona sveitakeppni þar sem hann var að tefla á 4. borði og hann vann alla skákkeppnina með eina. Ég var mjög ánægður með hann. Alltaf að tefla við sér eldri börn. Þetta gaman að þessu. Við ætlum að lesa saman texta úr öðru Filippibréfi, vers 5 til 11. Þetta texti úr bréfi sem Páll postuli skrifar og hann segir: Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þetta bréf skrifar Páll þegar hann í fangelsi. Hann skrifar það þegar hann í varðhaldi hjá úrvalssveitum lífvarðarins. Það voru sérstakar sveitir sem höfðu það hlutverk að verja líf keisarans í Róm. Og það bjuggu á sérstökum stað og höfðu betri mála heldur en aðrar. Og það bendir allt til að þeir hafi haft bara hermann einn eða fleiri hjá honum allan tíman, bara hann var í varðhaldi og undir vakt. Og í þessum aðstæðum situr Páll og hann að hugsa til safnaðana sem hann búinn að vera að stofna því að hann var kristniboði og ferðaðist þetta svæði þar sem í dag Grikkland og þarna við Miðjarðarhafið. Stofnaði söfnuði eins og söfnuði í Filippí og þarna hann fastur í fangelsi. Hjarta hans þráir að geta heimsótt þessa söfnuði, þjóna til þeirra, uppörvað á, byggt á upp, en hann fastur. Þannig að hann sest niður til að skrifa bréf. Og í þessum aðstæðum skrifar hann bréfið. Og hann segir: verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hvað hugarfar? Hvað hugsa ég og hvernig hugsa ég? Og svo útskýrir hann hugarfar Jesú í textana. Og þá sjáum við hvaða skilning Páll leggur í orðið hugarfar og við sjáum hvernig hann lýsir hugarfari Jesú. Oft þegar við erum að fletta upp í Biblíunni þá getur verið gott að skoða önnur vers sem að nota sama orð. Og ef við veltum fyrir okkur hvað orðið hugarfar merkir, þá það líka notað í Rómverjabréfinu 8. kafli og 5. vers. Við ætlum að vera í Filippibréfinu en við ætlum aðeins að skjóta seinna í þetta vers, Rómverjabréfið 8:5. Og þar stendur: Þau sem stjórnast af eigin hag og hafa hugað við það sem hann krefst. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugað við það sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Þannig að þarna þetta sama gríska orð notað. Þarna talað að hafa hugan við eitthvað. Við hvað dvelur okkar hugur? Hvað höfum við hugan við? Svo annað vers í Matteus 6:23 sem notar þetta sama orð hugarfar. Fyrir ekki 16:23.
16:23. Í Matteusar guðspjall 16:23. Þar stendur, Jesús sneri sig við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú vilt bregða fæti fyrir mig, þú hugsar ekki það sem Guð segir, heldur það sem manna Þannig að þarna Pétur nýbúinn að játa þegar Jesús spyr lærisveinana, hver ég? Og svo, hvern segir þig mig vera? Hvað segir fólkið mig? Og svo, hver segir þig mig vera? Og þá játar Pétur, þú ert sonur, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og rétt á eftir, bara strax á eftir, þá fer Jesús að tala að hann verði krossfestur og allt þetta. Og þá fer Pétur að tala að þetta megi aldrei koma fyrir hann. Og þá gefur Jesú honum þessa leiðréttingu eða áminningu og segir, þú ert ekki með hugan við það sem hagur Guðs, heldur eitthvað annað. Hvert hugafarið? Og svo ef við förum aftur í Filippibréfið, þá þetta einn magnaðasti texti sem við finnum í Nýja testamentinu. Það stendur að Jesú hafi verið í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann hélt ekki fast í það. Og svo stendur hann svipti sig öllu. Hver svipti Jesú öllu? Hann sjálfur, ekki sagt. Hver virki aðilinn í setningunni? Hann svipti sig öllu. Það var Jesú sem svipti sig öllu. Það var ekki faðirinn, þetta var það Jesú sem svipti sig öllu. Jesú hefði getað haldið í það, en hann lagði það niður, hann svipti sig öllu. Og hann lagði sig. Eru hlutir sem við höldum í, en gætum látið af til að stíga betur inn í það sem að Guð hefur handa okkur. Og það svona þema í því sem að ég ætla að tala við ykkur í dag. Hvaða hugafar höfum við og hvaða áhrif hefur það á líf okkar og þjónustu okkar í ríki Guðs? Af því að Jesú svipti sig öllu til þess að taka á sig þjónsmynd. Og þá getum við spurt, ef að Jesús gekk í gegnum þetta ferli til að stíga inn í sína þjónustu, hvaða ferli göngum við í gegnum til að stíga inn í okkar þjónustu? Og auðvitað erum við á ólíkum stað, sumir hafa verið kristnir lengi, aðrir eru í kirkju í fyrsta skipti, en öll getum við spurt okkur, hvar ég staddur eða stödd í lífinu? Hefur Guð áætlun fyrir mitt líf? Og ef svo hvernig stígi inn í þá áætlun? Öll þráum við að Guð nota okkur til að gera eitthvað frábært í líf okkar, ekki satt? Margir kannski komist til trúar eða heimur verði betri staður af því að við vorum til. Það merkilega að ef við ætlum að ganga með Guði og stíga inn í þá áætlun sem hann hefur fyrir líf okkar, þá byrja fyrstu skrefin oft niður á við frekarinu. Takið eftir því. Jesús var á himnum. Dýrlegur. Hann hafði allt. Þú kemst ekki hærra. Þú kemst ekki hærra. En hann svipti sig öllu til að stíga inn í það hlutverk sem Guð bað hann að taka að sér. Og það hann sjálfur sem svipti sig. Guð tók það ekki á honum. Guð henti honum ekki út. Hann svipti sig öllu. Og gekk inn í það hlutverk sem að Guð hafði fyrir hann. Kom hingað niður á jörð og varð maður og lagði sig. Það eins og þú sért stjórnarformaður í stærsta fyrirtæki í heims með útibúð allan heim. Þú kemst ekki hærra í viðskiptalífinu. Þú með þjóna á hverjum fingri sem gera allt sem þú þarft og þú ringir eitt símtal og þetta gert, þú skrifur eitt tölvupóst og þetta gert. Svo einn daginn lappar út af skrifstofunni þinni, skilur Rolls-Royce eftir og þú finnur lægsta starf í samtökunum sem hægt að vinna og tekur það að þér. Þetta gerði Jesú. Og var enginn sem neytti hann til þess. Hann sjálfur svipti sig öllu og
steig inn í það þjónustu sem Guð hafði handa honum og hann þurfti að treysta því að þetta væri leiðin sem Guð hafði handa honum. Og frá, hann þurfti að treysta því einmitt að það að byrja á þessum lægsta stað væri það sem Guð ætlaði að nota til að gera eitthvað frábært. Það þarf trú til þess, ekki satt. Ekki miklu eðlilegra að henda sig niður á musterinu þannig að allir sjáu og allir í vá, Jesús, hvað þú ert rosalega flottur. Eða eitthvað annað sem auðvitað láta sér detta í hug. Þetta var leiðin sem Guð hafði handa á honum. Og það þurfti mikla trú til. Getur verið að stundum hyggstu við í ferlinu eða stoppum við að þegar við eigum erfitt með að sleppa tökunum af einhverju eða erfitt að stíga niður eins og Guð þó að leiða okkur til. Og allan tíman Guð að spyrja, kæra barn, hérna ég með þetta ferli handa þér sem ég get gert mig dýrlegan í gegnum. En til þess að ég geti gert mig dýrlegan, þá þarf þú að lækka. Þá þarf þú að fara niður. Það svo erfitt að fara niður. En þó það oft leið Guðs. Hvað segir textinn? Hann segir hérna, hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkum. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig. Þetta á mismunandi hátt leið allra þeirra sem þjóna Guði. Hvernig var með Móse? Hann var í Egyptalandi. Alinn upp sem prins í allri menntun og speki Egypta. Hann hafði allt til alls þjóna á hverjum fingri. Ef hann vildi borða þetta þennan daginn eða annað hinn daginn, þá bara smelta hann fingri. Svo sér hann, vitandi það hvaðan hann var kominn, sér hann ættmenn sína, kúa það og sér einhvern egypskan mann berja egypskan, hebreskan þræl. Og hann segir, ég get nú sannarlega gengið í þetta. Ég prins, ég get bara ráðið því sem ég vil. Fremur morð og verður að flýja út úr Egyptalandi. Finnur sjálf þessi sauðahirði út í eyðimörkinni, þar sem ekkert Eða Davíð. Byrjar kannski aðeins öðru sem hann, því hann byrjar á því að vera kindastrákur, sauðahirðir. Svo hann smurður til konungs. Og hvernig byrjar sú þjónusta hans? Fer hann ekki í höllina og honum þjónað og allt það? Nei. Kóngurinn sem hann var fer að elta hann. Og hann verður áratugum saman að flýja til að halda lífinu. Út í óbyggðina. Mæddur, fyrstur, svangur, með einhvern rumpulíð í kringu sig. Svona byrjuði hann sitt líf. Í Guðs ríki þá liggur leiðin upp. Hún byrjar oft á því að liggja niður á við. Þannig var það með Jesú. Ef við ætlum að fylgja honum, þá þurfum við ekki að vera hissa þó okkar leið verði eins. Við þurfum ekki að vera hissa. Einu sinni var ég út að hjóla og allt í einu kom þessi spurning í huga mér. Ágúst, nú ert þú hérna út að hjóla. Hversu langt viltu fara? Hversu langt ertu tilbúin að fara? Eða hversu langt viltu fara? Og þessi spurning voru aldrei látið mig í friði síðan, að því ég fann að Guð var að segja við mig, Ágúst, ég með plan, ég með áætlun til að fara langt. Hvað vilt þú gera? Hvað ert þú tilbúin að gefa upp? Hversu mikið ætlar þú að stjórna sjálfur? Hversu mikið ertu til í að losa hendur þínar þannig að það sé pláss til að taka við því sem ég vil gefa þér? Eða vil gera í gegnum lífið? Kæru vinir, við þráum að byggja upp heilbrigðar hraustar kirkjur allt land. Kirkjur, þær þurfa ekki að vera stórar, en kirkjur þar sem fólk getur komið og heyrt orð Guðs predikað.
fengið fyrirbæn, fengið uppörvun, fengið að heyra það að Jesús lifir í dag og þráir að mæta sérhverjum manni sem vill bara gefa honum tækifæri. Ég hlustaði á vitnisburð hans Halldórs frá Höfn í fyrradag, sem að 15 ára var brotinn og leitaði áfengi. Og 27 ára gamall hann gjörsamlega búinn. Allt búið, hann búið að reyna allt. Og hann bæði eina litla bæn og sagði, Jesús, ef þú ert þarna. Og hann opnaði 1 millimetra glufu á hjarta sitt og sagði, Jesús, ef þú ert þarna, viltu þá hjálpa mér? Og upp frá því breyttist líf hans. Og hann komst á braut af því hann bara gaf Jesú 1 séns. Landið okkar fullt af fólki sem þarf að heyra Jesú. En hvað þarf að gerast til þess? Okkur vantar menn og konur sem eru tilbúin til að stíga niður. Menn og konur sem eru ekki upptekin af því að vera á háum stað eða gera flotta hluti, heldur bara að gera það sem á hjarta Guðs. Þar liggur hnífurinn í kúnni. Og svo, ef við skoðum textan aftur, þá sjáum við það að Jesús, sem með virkum hætti svipti sig öllu, hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður og aftur það hann sem lægir sjálfa sig og verður svo hlýðinn. Hlýðinn við hvern? Jú, Guð föður. Það verður hlýðinn við Guð föður, jafnvel til dauðans og krossi. Og svo kemur, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann. Hver virki aðilinn núna? Núna það Guð. Núna það Guð sem að hreyfa armlegg sinn og starfa. Því að nú getur Guð sagt, þú hefur lægt þig. Nú get ég lyft þér upp. Hvernig hægt að lyfta því upp sem þegar komið hátt? Það ekki hægt. Jesús vissi þetta. Hann lægir sig. Og svo bara bíður hann og segir, Guð, hér ég. Og þá rými og pláss fyrir Guð til að starfa. Hversu mikið rými og pláss fyrir Guð að starfa í okkar lífi? Gefum Guði, hleypum við Guði að. Þannig að spurningin vilt þú þjóna Guði og leyfa honum að hefja þig upp? Og þá bendir allt til þess að þá muni Guð taka þig svipaða leið og Jesú. Og þegar ég rifja upp fólki sem ég þekki í ríki Guðs, fólki sem hefur verið að starfa, það regla frekar en undantekning að fólk gengur gegnum erfiðleika. Og það oft hluta því sem að Guð notar til þess að móta okkur og til að gefa tækifæri fyrir hann sjálfan að gera sig dýrlegan í gegnum líf okkar. Ef við sjáum þetta fyrir okkur sem að Jesú á himnum, eins og við tölum áðan, hefur verið með föðurnum eilífð, svo útskýrir hann verkefni kannski fyrir Jesú. Jesú, þú þarft að svipta þig öllu. Ég mun ekki taka þetta af þér. Þú munt fæðast á jörðu. Æskaðin mun byrja á því og þú þarft að flýja. Svo munt að alast upp í litlu þorpi einhvers staðar fyrir norðan. Fólk mun efast faðernið þitt og pískrum þig í skúmaskotum. Og þú munt ekkert vinna nein kraftaverk og enginn mun vita að þér fyrstu 30 árin. Þú verður bara hana. Svo muntu þjóna í 3 ár, svo verður tekin af lífi. Hrottalegum dauðdaga. Og með þessu og kannski einhverju fleira ætla ég að bjarga veröldinni utan synd og eyðileggja vald ómyrins. Þetta verkefni sem að Guð lagði fyrir Jesú. Og svo vitum við að Jesú bað. Hann sagði, Abba, Faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleg frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Þannig að valið var fyrir framan Jesú. Hvað átti hann að gera við þetta verkefni sem Guð setti fyrir framan hann? Alveg eins og ég og þú höfum þetta sama val. Þessi texti líka merkilegur í Filippíubréfinu því hann setur okkur í þátíð, nútíð og framtíð. Sjáum í versi 6 að þar stendur, hann var í Guðs mynd. Og þá textin í þátíð. Textin að lýsa því sem var áður en að Jesús stígur hérna niður á jörðina. Svo sjáum við í 9. versi að það stendur, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann. Og þá erum við komin í nútíð. Við erum komin í stöðuna eins og hún í dag. Af því í dag Jesús hátt upp hafinn.
En svo heldur textin áfram í 10. versi og segir til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Það svo í dag að öll kné beygji sig fyrir Jesú? Nei, en það verður. Þannig að við erum í dag stödd á milli vers 9 og 10. Og við horfum fram til þess að öll kné muni beygja sig fyrir Jesú. Og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar. Niðurstaðan úr þessu öllu saman svo að Guð fær heiður og dýrð. Eða öllu heldur, hann hefur heiður og dýrð, en hversu margir vita af því? Hversu margir gefa honum þá lofgjörð og þann heiður og dýrð sem að honum ber? Og það hugarfar sem Jesús hefur gerir Guði kleift að lyfta Jesú upp og gera svo sjálfan sig dýrlegan í gegnum Jesú Krist. Hugleiðum þetta aðeins betur. Dýrð Guðs. Við erum í rauninni að halda því fram að í gegnum okkar líf, sem oft nú svona allavega ef við erum heiðarlegir við okkur sjálf, í gegnum okkar líf ætli Guð að gera sig dýrlegan. Hvað vitum við dýrð Guðs? Höfum við séð Guð? Hann var að lesa úr Sálmi 19, hann kynnti hérna uppæðilega, það sem stendur: himnarnir segja frá Guðs dýrð. Festingin kunngjörði verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum og hver nóttin boðar annarri speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra, þó berst boðskapur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Þessi Guð sem að þandi út himinin, staðsetti stjörnurnar. Þessi Guð sem að mótaði allt efni. Vissuð þið að ef að heimurinn var til með svona stórri sprengingu eins og þau eru að tala þá var allt efni í heiminum sem að til og nokkuð tíma mun verða til, það var komið fram á fyrstu 3 mínútunum eftir sprenginguna. Með öðrum orðum, flestir sem að skoða þetta segja, heimurinn var til akkurat eins og við hefðum búist við því að heimurinn yrði til þegar Guð segir verði ljós. Og heimurinn varð til. Og þessi heimur sem Guð skapar vitnar dýrð hans. Þannig að verkefni okkar, það að gera eins og Jesú, að gefa upp líf okkar og leyfa svo Guð að finna út úr því hvað skilar árangur og hvað ekki. Því að það ferli að gera Guð dýrlegan, það ferli sem að Guð þarf sjálfur að vinna í gegnum líf þeirra sem gefast honum og losa sig við það sem í veginum, svo Guð fái tækifæri til að vinna gegnum líf okkar. Því miður það svo að það fólk sem hefur lent í ógöngum í lífi sínu sem að oft skilur best muninn á milli þess að stjórna sjálfur eða láta Guð stjórna. Eins og einhver sagði, þeir sem að aldrei lendi í erfiðleikum, þeir bara eru sáttir við sitt líf þó að þeir séu sjálfur við stjórnvölinn og geta sagt þetta, það gengur bara nokkuð vel hjá mér. Ég kann nú bara alveg að stjórna þessu lífi. En eins og einhver sagði, það getur líka verið fangaklefi. Það bara fangaklefi úr flauginni. Og einn góðan veðurdag lokast dyrnar og þá var það orðið of seint. Af því að óvinurinn, hann auðvitað ekkert að angra fólk sem að gengur allt í haginn. Óvinurinn ekkert endilega að pota í fólk sem að ekkert að huga að Guði en bara stjórna sínu lífi og gengur allt í haginn. Það ekkert að leiða hugan að Guði. En Guð segir, gefðu mér tækifæri og sjáðu hvað ég get gert í gegnum lífið þitt. Og við verum líka átt okkur því að það sem ákvarðar hversu mikið Guð fær heiður og dýrð í gegnum líf okkar, getur oft verið það hversu mikið við erum til í að sleppa tökunum og lægja okkur sjálf. Og samkvæmt þessum texta, að þá það fyrsta atriðið hversu mikið ég held í það sem Guð hefur gefið mér umboð til að halda í. Þegar Guð hefur gefið okkur alls konar hluti, þannig að gefa okkur getuna til að taka ákvarðanir, eiga eignir,
stjórna tíma okkar og allt þetta. Og við getum sagt, Guð, ég ætla að halda í þetta, eða við getum sagt, Guð, þú mátt móta þetta. Það okkar. Þetta liggur í okkar ranni, eins og einhver sagði. Þannig að Jesús, hann stígur neðst niður, allt á þennan stað, þennan neðsta stað, þá getur hann loks hangir auðmugtur á krossi, neldur á kross, húðstryktur, svikinn, auðmugtur, einn og aleinn. Og hann getur ekkert breytt neinu það, hann hangir bara þarna. Og fólkið sem gengur framhjá, það auðmýkir hann, hreytir í hann ónotum, jafnvel sumir þeirra sem eru hengdir þetta á krossfesti með honum, halda áfram að hreyti hann ónotum og hæðast á honum. Ef það einhvern tímann hægt að hugsa sér lágan stað að vera á, þá það þessi staður. Það fyrir lagst niður, allra lagst. Ég ekki að segja að það fyrir okkur að liggja að vera krossfest. Það sem ég að segja að með einhverjum hætti mjög líklegt að Guð muni leiða líf þeirra sem þjóna honum, þannig að það mun liggja fyrst niður áður en það liggur upp. Og þeir sem streitast á móti því að leyfa Guði að leiða þig, þeir munu aldrei fara upp. Þeir munu aldrei stíga inn í mikla þjónustu. Og ef þeir stíga inn í mikla þjónustu, þá verður það innantóm þjónusta sem ekki smurð af Guði, ætla ég að spá fyrir Þannig að spurningin þessi, vilt þú verða mikill í ríki Guðs, að Guð geti notaði til að gera mikla hluti sem verða Guði til mikilla dýrðar? Þá skulum við vitna í orð Jesú úr Markus 10:44-45 til að svara þessari spurningu. Markus 10:44-45. Það stendur, og sá vill fremstur vera meðaliðar, sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Ég ætla að lesa þetta hérna aftur í annarri þýðingu. Og sá vill fremstur vera meðalegar, sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki kominn til þess að þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla. Þannig að ef þú núna á mánudagsmorgun veltir fyrir, hvað get ég gert til þess að vinna með það sem Ágúst var að tala í gær? Langar mig að gefa þér nokkrar hugmyndir, nokkrar ráðleggingar. Eitt af fyrsta eitt af því sem er mjög fínt fyrir forstöðumenn að tala þegar þeir koma sem gestir í aðra kirkju. Það þetta. Hvað get ég gert fyrir forstöðumanninn minn? Hvernig get ég uppurvað, stutt, hlúðað, staðið með þeim sem að leiða í kirkjunni? Ef þú vilt sjá kirkjuna þína vaksa, ef þú vilt sjá hana blómstra, ef þú vilt sjá forstöðumanninn þinn og þá sem predika geta gefið orð sem að uppurvar kirkjuna og byggir hana upp, léttu það undir með hana. Spurðu, hvað get ég gert fyrir þig? Hvort sem það að þrífa klósettið, uppfæra heimasíðuna, mála glugga eða bara rétt honum súkkulaðistykki. Kæru vinir, þetta eitt af því sem heldur aftur af kirkjunum okkar, ef ég alveg heiðarlegur. Það að við mörg höfum ekki kveikt á því að það besta sem við getum gert fyrir okkur sjálf að hlúa að forstöðumannum. Við erum bara ekki búin að kveikja á þessu. Þannig að það fyrsta áskorunum mín til ykkur. Næsta áskorun, það að biðja til Guðs og segja, Guð, þetta líf mitt. Þú getur skrifað niður einingarnar í lífið þínu. Skrifaði niður á kvöldi, hvað dvaldi hugur minn við í dag? Eða í lok vikunar, hverju var ég upptekinn af þessa viku? Var ég upptekinn af því hvernig Guð geti fengið sem mesta dýrð út úr lífi mínu? Eða var ég upptekinn af því að ég hefði ekki tíma til að gera allt sem ég þarf að gera? Eða eitthvað annað?
var ég upptekinn af því að mér leiddist og þurfti að finna mér skemmtilegt sjónvarpsefni að horfa á. Hverju er ég upptekinn af? Það eru mikil gæði í samfélaginu við Guð. Það eru mikil gleði og gæði því, en til að upplifa þau gæði þurfum við oft að sleppa tökunum á hlutum sem að þvælast fyrir okkur. Því að hvernig get ég tekið í því sem Guð vill rétta að mér ef að hendur mín eru uppteknir við það sem ég vil halda í. Kæru vinir, ég þrái eins og ég sagði áðan að sjá heilbrigðar kirkjur vaxa upp og ég þrái ef við sjáum fleira fólk stíga inn í þjónustu því að margar þjónustur og mörg verkefni eru það sem við þurfum að vinna og ef við öll hjálpumst að, ef við öll leggjumst á eitt og ef við öll vöxum í því viðhorfi og það sé ekkert verk of lítið, það sé ekkert verk of lágt, það sé ekkert verk sem er fyrir neðan okkar virðingu, það sé ekkert verk sem Guð þarf að láta vinna sem við getum ekki gefa okkur af, þá vex kirkjan okkar. Þá uppörvast fólki í söfnuðunum okkar og þjóð okkar fær blessum. Því að þjóð okkar þarf á Kristi að halda. Þjóð okkar þarf á því að halda að við höfum hugrekki til að fara alla leið með það sem Guð hefur lagt í hjörtu okkar. Við skulum biðja saman. Drottinn, við þökkum þér fyrir það að þú ert bara góður Guð og í þér er gleði, í þér er kærleikur og í þér er frelsi. Að sama skapi biðjum við þig að tala til okkar næstu daga og viltu sýna okkur ef við erum einhvers staðar búin að festa okkur eða erum upptekin af hlutum sem að ekki þjóna þér, sem jafnvel hindra það sem þú vilt gera í lífi okkar. Það þarf ekki að vera, en það gæti verið. Talaðu til okkur, Drottinn, og ég bið þig að blessa þessa kirkju hér. Þakka fyrir að hún er hér til þess að vitna þig með opna dyrnar til að þeir sem að þrá að leita þín geti fundið þig, Drottinn. Dýrð sé þér einum. Amen.